Ok, þetta svolítið skakt, en bear with me. Long time no see, eins og mér finnst ég reyndar segja í hverju einasta vloggi undanfarið. Ég búin að taka mér góða pásu. Svo bara í gær fékk ég smá reminder. Ég hitti stelpu í verkklass í Smáralind sem var að segja bara ég er mér svo gaman að horfa á vloggin og eitthvað og mér fannst það svo ógeðslega gaman að einhver hefði sagt það við mig, þú veist, í persónu. Þannig að ég er svona, ok, ég ætti kannski að fara að kíkja þetta út aftur. En mér finnst, þó að ég lifi basically sama lífi og ég gerði í Stokkhólmi, þá finnst mér það eitthvað svo miklu ómerkilegra á Íslandi. Af því þú veist, Íslendingar að horfa á Íslendinga að gera það sama og þau alltaf, ég veit það ekki. En ég tók til mín það sem hún sagði að þú veist, það er svo næs að horfa stundum bara á eitthvað svona heilalaust sem er samt á íslensku. Það er svo effortless. Þannig að hér erum við. Ég er ekki eins og bara ákveða hvað þetta vlogg verður, en ég er að fara í bústað helgina og er komin í Mosó. Mér finnst svo mikið hags þegar maður er að fara út á bænum helgar að byrja að koma sér upp í Mosó og að það er að gera svo mikið þar ef maður þarf að stússa eitthvað. Þú veist, það er að fara í Krónuna, Bónus, Ríkið. Ég þurfti að fara í Sorpu, by the way. Ég rataði í Sorpu og ég var svo stolt af því. Við bjuggum hérna alveg í einhver ár, eða ég bjó hjá Stilla og Tengdó. Ég fór ekki oft í Sorpu en ég var ótrúlega ánægð með mig að rata þangað. Ég hringdi í Stilla bara, ég rataði í Sorpu. Geðveikt ómerkilegt. En já, ég var að taka bensín, já það er annað. Að koma sér út úr bænum, bara klára af þetta umferðarvesen, taka líka bensín í Mosó. Heyrist það ég elska Mosó. Mér langar ógeðslega mikið að búa í Mosó aftur. Who knows what the future holds. Það eina sem ég á eftir að gera hér er að fara í Ríkið og ég ætla að drífa í því. Svo bara ætla ég við erum svolítið að fara í bústað rétt í Borgarnesi. Þannig að ég ætla bara að fara í Bónus í Borgarnesi og versla í matinn þar. Ég er sem sagt að fara í bústað með systur minni og fjölskyldu og þau eru að koma að norðan, þannig ég ætla að taka á mig að fara í búðina. Ok, Ríkið, check. Það var bara að keyra í Borgarnes. Ok, komin í Borgarnes. Ég veit ekki hvað það er með mig og Hvalfjarðargöng, en alltaf þegar ég keyri inn í Hvalfjarðargöng þá verður rúða mín bara móða og ég sé ekki neitt og panika. Þannig að núna þegar ég er svona 100 metra frá Hvalfjarðargöngum þá er ég bara, oh my god. En já, ég er með langan lista fyrir Bónus sem ég þarf eiginlega að kíkja á áður en ég fer inn. Af því að oft þegar ég fer í búðina þá verði ég smá overstimulated. Ég ætla að fara aðeins yfir hennan langa lista hérna og 18 egg. Ok. Skellum okkur í Hagkaup. Var þetta ekki einhvern tímann Hagkaup? Í Bónus. Þú líður eins og algjörður grown-up að fara með kerruna minna á bílnum. Tæft. Engar á að gera þetta minn bíll. Alright, let's go. Beautiful. Ok, ég er svo komin í bústað. Eiginlega löngu komin, bara búin að tala við Stulla á FaceTime. Baka með pítsu sem ég ofveldaði alveg allhressilega. Wait for it. Jæja, þetta er ekki girnilegasta pizza ever, en þetta er matur.
ef maður dettur þá ertu farin út í vatn, sko. Og alltaf veljum við bestu leiðirnar. Ef einhver man eftir Grenivíkur úr lokinu. Úff, þetta er svipað. Þetta átti ekki að vera svona. Hvað? Where do I go? Fóruð þið hérna upp? Já. Við gerum það nú bara. Hvað segir þið? Nei, ég fer ekki alla leið tilbaka. Já, þá er ekki óbyggð. Þú veist, við erum bara á ekki bara nær kletti. Hérna niður. Það er bara þetta ekkert. Erum við ekki það? Stöktu. Er aðtrana? Með aðfinna. Ég þori ekki. Aular. Jæja, reporting live frá klósettinu á Akureyrarflugvelli af því ég er of hrædd til að vlogga fyrir framan eina manneskju sem situr frammi. I've had a day. Ég var sem sagt að lenda á Akureyri. Það var seinkun í Reykjavík. Hálftíma. Ég átti sem sagt að lenda á Akureyri með alveg góðan tíma til að ná ferjunni. Var með far til Hríseyjar. En svo bara var þessi hálftíma seinkun sem var svo sem... Þú veist, þetta var ennþá hægt ef við hefðum lagt af stað á mínútinu sem við áttum að leggja af stað. Sem náttúrulega gerist aldrei í innanlandsflugi á Íslandi. Þannig að ég mista ferjunni og er bara að bíða eftir að pabbi greið komi sérferð á Akureyri til þess að sækja mig. Ég bara keypti mér bjór og ætla að sitja og bíða. Þetta er svo típist ég að lenda í einhverju svona. Alveg klassík. Ég er alltaf að fara að vera helgina í Hrísey sem er mega næs. Ég tók upp þarna í bústaðnum þar síðustu helgi og bókstaflega þar sem síðasta klippa endar. Þar var ég að fara að, þú veist, við vorum heldur bara göngutúr og svo fór ég bara að sækja Stulla og á meðan Stulli var á Íslandi þá bókstaflega nýtti ég hverja einustu mínútu bara í samveru og var ekki mikið að pæla myndavélinni. En þið komum alltaf með til Hríseyjar núna og mér langar að vera í Stullari að grípa myndavélina. Þannig að þið fengur alltaf að vera með í þessu ævintýri. Pabbi er mættur. Ég veit ekkert í hvað átti ég að fara með þetta vlog. Ég man ekki einu sinni... Hvað ég... Jesús. Ég man ekki einu sinni hvað ég er búin að taka upp fram að þessu. En ég er sem sagt í Hrísey. Olli bróðir minn og fjölskyldan hans voru að heimsækja okkur frá London. Þannig að ég ákvað að stökkva heim helgina. Í gærkvöldi var bara fjölskyldu karaoke sem er orðið fastur liður á þessu heimili. Þegar það er fjölskyldu karaoke þá hendum við alltaf upp seríum og eitthvað svona í bílskúrnum og gerum þetta smá stemmingu. Þannig að það var mjög skemmtilegt. En núna er ég ein heima. Mamma og pabbi fóru að skutla þeim í flug. Og já, ég ætla bara eitthvað svona þess að byrja að taka til. Svo erum við að fara í sund. Mér er búið að langa, ok, smá side note. Ég fór í gusu daginn í litla sánahúsinu. Og ég er húkt. Mér er búið að langa að fara næstu því á hverjum einasta degi síðan. Við fórum bara í síðustu viku eða eitthvað. Þannig að ég ætla að reyna að gera mína eigin gusu.
í sundlauginni hérna. Allavega, ég ætla að taka saman hérna í sjónvarpsherberginu og það verður mín æfing í dag. Ég nenni ekki í ræktina. Hvað ef ég geri þetta? Mér finnst þetta svo sorglegt að skemma eitthvað sem að krakkarnir gera. Ég veit ekki einu sinni, þú veist, ég má alveg taka þetta niður en mér langar ekki að gera það. Ég nenni nú ekki á æfingu í ræktinni en ég ætla að gera samt eitthvað smá í dag og bara to feel better. Ok, ég tók pilates æfingu bókstaflega 10 mínútna. Það var ekkert eðlilega erfið. Svo ég hætti nú ekki að tala gusuna sem ég fór í daginn. Við fengum svolítið sölt út í vatnið okkar. Þetta er svolítið frá Bodylab og heitir bara eitthvað Hydro Tabs. Við erum með vassmelónubræði. Sjáðu hvað ég titrar stræðinguna. Og mér finnst þetta bara bestu svona töflur sem ég hef smakað. Þannig að ég ætla að taka þetta með mér í gufuna. Það var ákveð með afslætti og ég keypti 40 töflur. Það er 20 í pakka og þetta er miklu ódýrara heldur en þú veist. Ok, smá spjalldag. Það er svo fyndið alltaf þegar ég stilli myndavélina svona upp þá líður mér eins og þegar við byggum út í Stokkhólmi. Ég tók eitthvað svo oft upp svona eitthvað update þegar ég var að taka með make-upið. Allavega, ég er svolítið að reyna aftur að embrace my curls. Þannig að það er frekar klikkað right now. Ég var að tala með Stulla á FaceTime, eitthvað sem ég geri á hverjum degi. Og ég er orðin svo spennt fyrir því að fá hann heim. Þú veist, mér finnst við búin að standa okkur mjög vel á þessu tímabili í sundur, en djöfull verður gott að vera bara á sama stað, alltaf. Ég er bara mjög þakklátt fyrir tækni og að geta talað saman á hverjum degi í mynd. En já, ég er bara hérna, eins og þið sjáið, að taka með make-upið, græja mig í háttinn. Ég er búin að vera í svo miklu dilemma undanfarið með að vlogga, af því að ég er alltaf svo geðveikt mikið að passa mig að lifa, þú veist, í mómentinu og eins og bara þegar ég er með fjölskyldunni, að vera bara í mómentinu að njóta, en mér langar líka að vera dugleg að posta á YouTube, bæði bara fyrir mig og auðvitað fyrir þá sem nenni að horfa á þetta. En það er svo gaman að geta horft tilbaka á einhverjar svona minningar, þannig að ég veit það ekki, mér langar að reyna að vera duglegri en á sama tíma, þú veist, nenni ég ekki að vera alltaf, þú veist, langar mig ekki alltaf að vera myndavél í andlitinu á öllum. Þú veist, það er smá leiðilegt þegar ég er að edita myndböndin og ég kannski segja frá því að ég sé að fara að gera eitthvað og svo kemur það ekki, þannig að ég ætla að reyna að bæta með þessi því. Ég er ennþá bara svolítið að finna vloggýrin á Íslandi, eins og sést á því hvað ég er búin að posta sjaldan eftir ég flutti heim, en það er room for improvement og mér finnst þetta skemmtilegt, þannig að ég finn eitthvað út af því. Ég ætla bara eitthvað að fara að horfa eitthvað skemmtilegt, held ég, hvað er bjartinu. Og já, ég var ofta að skipta rúminu. Ég verð enga stundaði. Ég ætla svona einu sinni að loka vlogginu. Ég er ekki múin að gera það mjög lengi. Þannig að ég ætla að segja núna takk fyrir að horfa, eins og alltaf. Og ekki gleyma að likea og subscriba. Og kannski henda eitt komment ef þið eru ekki feimin. Annars segi ég bara þangað til næst.